Þá það næsta verkefni, 2B, og hér höfum við sem sagt búnaðinn þar. Það afmælar, spóla úr flúrpípu, 100 watta pera og afmælar. Og sem sagt, í fyrirhluta þá raðtengjum við þetta, fá frá fasanum hérna inn á afmælin. Svo tengt álag, load við afmælin, það peran hérna fyrst, og raðtengjum svo hérna yfir á næsta afmæli og spólan tengist við load tenginguna á afmælinum og svo núllið, það blár hérna yfir í 0 í töflunni. Næsta mynd væntanlega þegar við erum búin að í seinni hluta æfingarinnar þá erum við búin að raðtengja í viðbót þétti í rásina. Og þéttirinn tengdur hérna sem álag inn í lótið og núllið tengist þá hérna á endan í 0 á töflu. Svo þar erum við með 3 íhluti raðtengda. Ok, þá þetta uppsetningin á þessu og þá vindum við okkur í skýrsluna sjálfa. Við þurftum að taka mælingar og þá spurning hvort að við höfum einhvers staðar hugsanlega setu hérna á spólunni. Erum við einhvers staðar með setu spólunar, laun. Já, ætli það ekki einhvers staðar hérna. Það gæti verið, við þurfum að það var sannlega ekki fyrirhlutanum. Ok. Og hérna bara heildar, síðan þéttinum bætt við. En það sem ég var að spá í bara að athuga með stærðina á spólunni, að finna hana út. Hún 8 vött og þá í multisim hérna. Ég að vista þetta. Þá þetta hérna að fá okkur nýtt skjal hérna og við þurfum hérna reiðspennugjafa, power source, AC power, ok. Við erum með raðtengda rás, þannig að hérna fáum við þá næst viðnám, raunviðnám í rásina. Það virtual resistor hérna og við erum með spólu sem samsett af raunviðnámi og spanviðnámi, induktor hérna, svo að við hérna tengjum þetta upp og við þurfum jörð í rásina, ground, ok. Og byrjum á að tengja þetta svona saman og líklega gott að setja strax straummæli í rásina svo að við fáum líklega stærðir í þetta og jafnframt spennu yfir raunviðnámið. Já, kannski fá hérna svona og aftur hér og þá tengjum við þetta saman svona
Og svo þarf ég að gera smá útreikninga til þess að fá rétta stærð af spólu og réttu raunviðin á minjana og svo framvegis. En þetta allt saman raðtengt og svo eftir þá raðtengjum við þétt inn í þessa rás. Svona. Og við verðum að vera með jarðtenginguna til þess að hún geti reiknað út rásina. Við höfum hérna spennumæli yfir raunviðina með. Svo höfum við spennumæli yfir alla spóluna. Og nú þarf ég að reikna út hvað spólan mörg Henry. Það er nú það. Hún það sem sagt að finna setuna og XL. Já, það var þetta með ýmislegt. Já. Aðeins að græja mig upp með reiknivél og ýmsu hlutum. Og hérna höfum við sem sagt, það búið að segja að peran 54 watt, spennaefni yfir peruna 157 volt, straumurinn 0,343. Þannig að þá ættum við að geta fundið raunviðnámið í perunni. Þá segir 157 deilt með 0,343. Þá fáum við hérna 457,7 ohm. Þá setjum við það sem að viðnámið hérna og punkt notum við. Þetta bandarískt borðið, þannig að við notum punkt í staðinn fyrir kommu. Ok. Og þetta viðnámið í perunni og þá bara eftir að finna raunverulegt raunviðnám spólunnar. Það að finna það með formúlunni R = P spólu deilt með straumnum í öðruveldi. Og aflið í spólunni var 8 watt. Það svolítið gróft kannski, en straumurinn 0,343 í öðruveldi. Og þá fáum við hérna 8 deilt með 0,343. Ég fæ hérna 68 ohm. Ok. Set hérna 68 ohm.
Og launviðnámsspólunnar, þá þarf ég að athuga hvað zeta spólunnar. Það zeta U deilt með I og svo þarf ég raunafstöðulinn í spólunni. Ég fæ hérna spólan var 154 volt. Straumurinn var 0,343 og þá fæ ég út að zetan hún 449 ohm og P deilt með, ég þarf að finna S sem sagt P deilt með S í spólunni, þá það P deilt með U sem V spólunnar og þá fæ ég cos phi spólunnar og tek sínusinn af horninu og margfalda sinnum zetuna og þá fæ ég XL. Sem sagt, P var 8 og spennan var 154 volt, sinnum straumurinn 0,343 og þá fæ ég út úr því sem sagt 8 deilt með 154 volt sinnum 0,343 ampere og þá fæ ég raunafstöðulinn sem að 0,1514 og þetta hornið þetta 81,2 eða 0,3 gráður, ok, 0,28 eða 2,9 gráður. Og þá ætlum ég að taka sínusinn af þessu horni og margfalda það sinnum zetuna 449 ohm og þá fæ ég út úr því 443,8 ohm og það XL. Út frá því reikna ég út sjálfsbæðanstöðunin L sem ég þarf að setja inn í forritið. Þá það með 1000 pi sinnum F og þá það deilt með sviganum, það sem sagt 443,8 ohm deilt með sviganum 2000 sinnum pi sinnum tíðnin 50. Loka sviganum og þá fæ ég út sjálfsbæðanstöðulinn. Hann 1,417, ok. Þá ég með það hér 1, það punktur 417. Þetta í henryum og við segjum ok á það.
Og núna, þegar við setjum í gang, þá ættum við að fá út réttan straum í rásina til dæmis. En ég þarf að breyta mælunum, þetta þarf að vera AC. Ok, þessi er líka AC. Svona, og þá lítur þetta allt betur út. Setjum aftur í gang. Já, við erum ekki með rétta spennu náttúrulega. Ég þarf að laga spennugjafaspennuna og hún á að vera 230 volt og við erum með 50-rið. Annars fáum við allt annað út af þessu. Svona, þá erum við komin með spennugjafaspennuna rétta og þá ættum við að fá þetta. Straumur er svona nokkurn veginn réttur. Við erum með 0,334 í staðinn fyrir 0,343. Aðeins minni. Það er einhver smá skekkja í þessu. Og en annars lítur spennan út. Við skulum bera þetta saman. Já, þá þetta er aðeins öðruvísi tölur hérna, 100 UPR er 153 volt, straumurinn er almennt aðeins lægri hérna, og síðan spennuð yfir spóluna, hún er örlítið lægri líka. Það mætti kannski hækka spennuna. Þetta er 233,8 volt. Já, allt í lagi. Ég ætla aðeins að slökkva hérna og fara með þetta upp í rétta spennu. 233, svo verður punktur 8. Það gæti skipt máli. Við setjum aftur í gang. Þá gæti þetta, já, farið nær lagi. Þá erum við með 100, já, við erum með hérna í straumnum, þá erum við með 0,340 í staðinn fyrir 0,343. Gætum prófa að fara með aðeins hærri spennu. Við erum komin upp í tæplega 157 volt yfir peruna og 154, ja, 3 volt yfir spóluna. Þetta er mjög nálægt lagi. Við getum svo sem hækkað spennuna eitthvað aðeins, bara upp í 234 volt. Sjáum hvað gerist. Já, og það er þægilegt að geta bara prófa sér svona áfram. Ok. En mér sýnist spólan vera það bil rétt útreiknuð, hérna sjálfsbrandstöðlinn, upp á þetta gera, ja, mjög litlu. Þetta er svona 153 volt hérna, munar 1 volti á mældum og multisim. 157 volt tæplega hérna yfir peruna. Ok. Þá erum við með það. Síðan hérna vorum við að finna út 154 sinnum 0,343 straumurinn, fá sýndaraflið. Þarna reiknum við út hérna raunafstöðul spólunar og út frá aflinu, 8 vött, deilt með sýndaraflinu sem við vorum að reikna hérna.
og fáum 0,151 sem ég var með hérna áðan líka, 0,15145 og svo framvegis. Passar, og þá 81,3 gráður. Þetta hækkað upp í 81,3. Og launspennan fundin hérna út frá þessum útreikningum, tekið sínusinn af horninu, margfaldað síðan 154 volt sem sagt spólunar og þá fáum við launhlutaspennunar sem sett inn hérna í þetta línurit. Við náum því inn á skjáinn. Jú, það þetta hérna VL laun. 100, það aðeins lægra heldur en heildarspenna spólunar. Það 152,2 volt stendur hérna á myndinni og þá var það útreiknað að stærðin. Það launspennan. Hún hérna alveg 180 gráðu frá straumnum. Það sem vantar inn á þessa vektormynd hérna, spennuvektormyndina, að sýna aðeins lengri pílu hérna og sýna að það straumurinn sem viðmiðunin. Það bara aðeins að bæta við pílu hér til að merkja strauminn hérna. Engin tala, engin stærð, bara að sýna að straumurinn hérna sem viðmiðunin. Og að lokum þá fáum við raunhlutaspennunar sem þá kósinus af horninu á spólunni sinnum spenna spólunar, heildarspennan, og fáum að raunhluti spennu spólunar 23,3 volt. Og það setjum við hérna frá núllpunktinum og yfir í á sama stað og það sem sagt engin fasamunur á raunhlutaspennu straumsins í spólunni og straumnum, raunstraumnum eða straumnum í rásinni. Þannig að það á sama ás. Þannig að raunspennan kemur hérna, UL raun, og þá hérna 23,3 volt, hér frá hingað, hjálparlína tekin hérna upp og hjálparlínan tekin út og hér heildarspennan 154 volt yfir spóluna. Síðan bætist við hérna á þessa mynd spenna perunar við raunhlutaspennu spólunar, hérna frá og hingað. Og þar sem að hún endar, þá kemur hjálparlína hérna upp og við heldum áfram með hjálparlínuna hérna út og þar sem að þær skerast, þar heildarspennan. Þetta ætti að vera 230 eitthvað volt, 233 eitthvað svoleiðis og síðan það hægt að finna út hornið eða mæla hornið hérna. Það það 40 gráður hérna mælt á myndinni. Nú, við að teikna þessa spennuvektormynd út frá upplýsingunum sem við komin með og það vantar náttúrulega að sýna hornið hérna á spólunni. Það náttúrulega hérna frá og hingað og það var 81 gráða rúm. Þetta bæta því við. Og hér sýnt sem sagt hornið, svo eigum við að reikna út heildarfasigrásunar. Það hægt að gera það hér. Byrjað á því að reikna það út frá aflmælingunni og deilt með þá sýndaraflinu, heildarsýndarafli rásarinnar. Við þurfum að leggja saman raunaflið í perunni og raunaflið í spólunni. 8 vött var raunaflið í spólunni og 54 vött var raunafl perunnar við þessa lækkuðu spennu. Og svo deilum við með sýndaraflið í heildinni, það heildarspennan sinnum straumurinn í rásinni. Þetta raðtengd rás og það eini og sami straumurinn í gegnum rásina. Og þá fáum við hérna P deilt með S og þá höfum við raunaflstöðulegin 0,773
og kósínus fyrsta af þessari tölu gefur okkur 39,4 gráður, svo þetta næstu til 40 gráðu fasvik, 39,4 gráður. Ok, síðan bætum við þétti í rásina. Það mjög einfalt að gera það hérna í þessari rás hér, í multisim. Bætum við 3,9 mikrofarada þétti í rásina. Ok, tökum við hérna þétti, virtual capacitor hérna og raðtengjum hann við og svo mælum við náttúrulega líka spennuna yfir hann. Sjá allir þetta sé ekki einhvers staðar hér. Já, sjá aðeins neðar. Svona. Og fáum eitt spennumæli í viðbót. Stillum hann á reiðspennu. Tengjum hann hérna yfir og stillum hann á AC. Svona. Ok. Og þá erum við sem sagt komið með þessa uppsetningu hérna væntanlega. Þá erum við með þéttin í viðbót í rásina og raðtengist hérna afmælirinn við hina tvo afmælina. Svo þetta alveg raðtengd rás frá upphafi til enda. Núllið kemur hérna síðast lengst til hægri og fer hérna í núllið. Svona. Og þá skoðum við þetta. Hvað gerist? Við erum að breyta stærðina af þéttinum hérna í 3,9 mikrofarad. Nei, 3,9 mikrofarad. Ok á það. Og nú spenna þessa þéttis alveg að vinna á móti spennu, þessar launspennu spólunar. Og við setjum í gang og sjáum hvað gerist. Þessi á AC, já. Við fáum hérna 296 volt yfir þéttin. Og straumurinn hefur aukist aðeins, það þýðir að við erum með aðeins minna fasviki í rásinni í heildina, en líklega erum við komin með rýmdarrás. Og já, hérna við með aðeins meiri straum heldur en mældum síðan hérna í raunheimum. Hérna erum við með strauminn 0,356, við vorum með minnir áðan 0,343 ampere. Straumur aukist aðeins. Þá spennan yfir peruna 167 volt. Já, það hún nánast alveg, 167 volt. Og spenna spólunar 158, hann svolítið meiri, 163 og spenna þéttisins 296 hérna. Já, þetta munar nú ekki svo svakalega miklu, en einhverju. Svo vegna þess að straumurinn hefur aukist og spennufallið við mótstöðun hefur aukist, þá erum við með aðeins hærra afl í perunni. Við erum með 59 vött. Hvað vorum við með? Við höfum ekki verið með 54. Fórum frá 54 upp í 59 vött. Okay. Aflið í spólunni aðeins meira vegna sem við erum aðeins meiri straum í rásinni. Við erum með 9 vött. Ok. Og þéttirinn í lagi og þess vegna mælist hann ekki með neitt raunafl. Ok, þá hérna getum við athuga málið
svaraði einhverju hér, hvers vegna sýnir aflmælirinn yfir þétti 0 vött og það vegna þess að við höfum ekkert raunviðnám í þéttinum. Ef við hefðum eitthvað raunviðnám í þéttinum, þá væri þéttirinn að bila og verða ónýtur. Já, þéttirinn á að vera launviðnám, 90 gráðu fasvik. Og svo reiknum við út launaflið í þéttinum, svona, og margföldum við saman strauminn sinnum spennuna yfir þéttinu og fáum hérna 104 voltampere reaktív. Já, leyfum ykkur aðeins að skrifa niður þessa útreikninga, bera þetta saman. Ok, þá getum við haldið áfram með þetta og þá launaflið komið hérna og einhver munur á launafli og sýndarafli í þéttinum? Nei, þetta hreint launviðnám og þar af leiðandi hreint launafl og þá sýndarafli nákvæmlega sama tala og launaflið. Það bara auðsynum við. Og þegar við erum ekki með neitt raunviðnám, til dæmis eins og í spólunni, að þá hreinlega bara 90 gráðu fasvik í þéttinum. Hann veldur alveg 90 gráðu fasviki ef hann í lagi. Þéttir rauninni bara 2 plötur, hann hleðst og afhleðst og það engin raunstraumur sem kemst í gegnum hann nema ef hann væri byrjað að bila. Einangrunarefni væri að fara að gefa sig. En í þétti sem í lagi, eins og hérna í þessari rás, að þá á hann ekki að sýna neitt raunafl. Það svo sem hægt að setja inn aflmæla í þessa rás, en að sjá til hvort að það gerlegt út af tímanum, en síðan átti að reikna út sýndaraflið í spólunni, væntanlega til þess að finna hvort að, sýndaraflið spennan yfir spóluna og straumurinn í rásinni og við fáum 56,3 voltampere og væntanlega erum við að fara að reikna út, raunaflstöðulinn í spólunni og fasvik spólunar. Og við fáum að fasvikið það bil það sama eins og við vorum með áðan. Við hérna reiknaðum út 81,3 gráður. Það hækkaði reyndar upp í 0,3 úr 0,2889. En hérna að sem sagt muna bara 1 gráðu það bil. Hér bara með 80,8 gráður, eða tæplega 1 gráðu. Þannig að þetta mjög svipað. Þannig að það skiptir ekki máli þá við bætum við þétti í rásina. Spólan alltaf eins. Hún með sitt fasvik, alveg sama hvað við tengjum við hana. Hún breytist ekkert. Það bara, kjarninn alltaf á sínum stað og það ekkert sem að hefur áhrif á. Sjálfsbandsstöðullinn alltaf sami og við sjáum þá hérna að við getum fundið út hvað launspenna spólunar há til þess að við getum dregið hana beint frá stærð spennu þéttisins eða öfugt að draga launspennu spólunar frá þéttisspennunni því að þéttisspennan miklu hærri hérna í
mælingu. Launspennan þá sínusinn af 80,8 gráðum sinnum spenna spólunnar, heildarspenna spólunnar. Þá fáum við UL laun. Erum við með einhverja vektormynd hér? Já. Hérna UL laun, það línan sem alveg 90 gráðu frá hérna raunhlutanum. Það UL laun. Og hún síðan dregin hérna frá þéttispennunni. Til þess að fá heildarspenna þá kemur hjálparlínan svo hérna út og raunhluti spennuspólunnar hér og síðan bætist við peruspennan og það allur raunhluti spennunnar í rásinni. Þá drögum við hjálparlínu hér niður og þar sem að þessar hjálparlínur skerast, þar heildarspennan eða 233,8 volt. Og þá getum við fundið út fasviki hérna. Og það kannski hægt að, fá hérna fyrst útreikninga á raunhlutaspennunar. Þá segjum við hérna kósinus af 88 gráðum, 80,8 gráðum, sinnum 158 volt, spennan yfir spóluna. Og þá fáum við raunhlutan sem bara 25,3 volt. Ég leyfi ykkur að hafa þetta eitthvað aðeins uppi við svo að þið getið klárað að skrifa eitthvað þetta hérna eða skrifa þetta niður. Og síðan þegar við búin að því þá hérna myndum við klára að teikna vektormyndina. Því að það raun ekki fleiri útreikningar vegna þess að við drögum launhlutaspennu spólunnar, þessi 156 volt, beint frá spennuþéttisins vegna þess að þessar tvær spennur hafa 180 gráðu fasamun. Það alveg 180 gráðu að vísa hvora móti annari alveg. Það var alveg sitt hvora stefnuna. Alveg 180 gráðu munur á stefnu þessara spenna. Svo, ég ætla bara að slökkva hérna á simulatornum í Multisim. Við erum með hérna mjög háa spennu, 296 volt hérna við þéttin og 163 volt við spóluna og þá þetta eitthvað aðeins lægri spenna. Hér 156 ef að spenna spólunar 158 volt. Hérna með ennþá hærri spennu. En við skulum sjá. Nú færi ég mig bara yfir á spennuvektoramyndina. Kannski minnka hérna aðeins meira. Já, það eitthvað aðeins meira eftir hérna. Þá bara spurning að þið náið þessari mynd hérna. Það getur teiknað eftir henni frá kannski náið að taka mælingar. Eða þið getur tekið snipping túlmynd af þessu hérna á skjánum hugsanlega. Eða eftir á í upptökunni. Já, við sjáum hérna þar sem ég að tala 180 gráðu mun á launspennu spólunnar og spennu þéttisins. Við sjáum það hérna núllið og spólan hún seinkar straumnum, hérna kemur straumurinn 90 gráðu eftir launspennu spólunnar en straumurinn á undan spennunni í þéttinu. Og við segjum hérna spenna spólunnar lægri heldur en spenna þéttisins, þannig að til þess að finna mismuninn þá drögum við hérna launspennu spólunnar hérðan frá endanum á vektor þéttispennunar. Þetta var 156,8 volt og það sem endar hér þá drögum við hjálparlínu út til hægri
og þar sem hún mætir heildar raunhlutaspennuna, raunhlutanum yfir raunhlutaspennu spólunnar pluss spennu yfir peruna, þá kemur hjálparlína hérna niður, þar sem að þær mætast, þar heildarspennan. Þá drögum við vektorinn fyrir heildarspennuna hérna niður og þá getum við merkt inn á þetta allt annað. Við merkt inn heildarhornið og þá ætlum ég bara að vona að þið séu búnir að ná þessari mynd einhvern veginn. Annaðhvort að reisa hana upp eða hreinlega taka mynd af henni með símanum eða taka mynd með snipping tool áður en ég fer í síðasta hlutan af skýrslunni sem sennilega útreikningur á heildarfarsvikinu í rásinni. Gæti ég ímynda mér. Ef að engin mótmælir, þá ætla ég að fara hérna á síðustu blaðsíðuna, ég held þessi síðustu blaðsíðan, já, 8A8. Og það var rétt giskað hjá mér að hér verið að spá í heildarfarsvikið. Og það mælt hérna með gráðboga á myndinni 35,5 gráður og við reiknum þetta út frá aflinu. Við getum lagt saman aflið í spólunni sem hefur hækkað upp í 9 vött pluss aflið í perunni sem 59 vött og deilum með heildarsýndaraflinu. Það heildarspennan sinnum þessi straumur, sami straumur í gegnum alla rásina, en hann aðeins meiri núna. Það því að þéttirinn hefur leiðrétt fasvikið að hluta. Og þá við komið með 83,2 voltampere, deilum því í raunhlutan og raunafstöðlinn þá orðin 0,817 og við setjum það kósi í mínus fyrsta veldi að þessari tölu 0,817 þá fáum við 35,2 gráður sem heildarfarsvik rásarinnar. Til að leyfa þess að vera smá stund opnu og þannig að þið getið klárað það. Og ég held að ég láti það verða það síðasta sem ég tek fyrir í dag. Hugsanlega prófa ég að tengja hérna aflmæli. Til að sjá hvort ég fái svipað farsviki í þessari rás. Fer með strauminn hérna í gegn og hann kemur þá hérna. Svo hef ég spennufallið yfir allt saman. Svona. Svona. Þá ætla ég aðeins að sjá hvað ég fæ hérna á wattmælinn. Já, hér á ég að fá hérna power factor, sem sagt raunaflstöðulinn. Heildarraunaflið 69,3 vött. Og hvað sjáum við hérna? Power factor 0,816. Hérna reiknað út 0,817. Það munar ekki svo svakalega miklu. Og þetta passar nokkurn veginn. En ég hugsa að, já, ég fari nú ekki þá lengra í þessum æfingum. Ég geri þá ráð fyrir því að í næstu viku þá taki ég fyrir, já, jafnvel báðar æfingarnar sem eftir eru í þessum pakka. Og svo í næsta tíma þar á eftir þá færi ég yfir allar skýrslurnar aftur og þar á eftir þá færum við bara í próf úr kafla
úr pakka 2 úr verklegu skýrslunum og þá er það bara þessar aðferðir við að reikna skýrslurnar sem sagt, að þið setja ykkur vel inn í þessa útreikninga og þá eru þið bara klárir í prófi ef þið skiljið hvað við vorum að gera í þessum skýrslum og hvernig þessar breytingar verða eins og með þessa raðtengdu rása við bættu við þétti það hafi þá þau áhrif að leiðréttist fasvikið að hluta og launspennan hún minnkaði í rásinni við það. Reyndar breyttumst yfir í að vera með rýmdarrás. Þetta breyttist úr því að vera spönurrás yfir í rýmdarrás en það skiptir ekki öllu máli. Og straumurinn jókst vegna þess að nú fasvikið minna heldur en var áður. Heildarfasvikið áðan, það var hvað var ekki, 40 gráður. Aðeins að heildarfasvikið núna 35,5 gráður. Hvað var heildarfasvikið áðan? Jú, það var 40 gráður, eða rétt tæplega 40 gráður. Það passar. Sem sagt, heildarfasvikið hefur minnkað og þess vegna straumurinn aðeins meiri í rásinni. Mesta strauminn í rásinni gætum við fengið fram með því að leiðrétta fasvikið alveg. Og þá þyrftum við að finna út hvaða stærð af þétti þyrftum við til þess að breyta þessu yfir í rás sem að væri í sjálfsveiflu. Og það getum við í rauninni fundið út með því að taka þessa stærð hérna og við reiknum þetta út frá launviðnámi. Ef að launviðnám þéttis og spólu nákvæmlega sama, þá ættum við að fá út sjálfsveiflu eða resonans og þá ætlum ég að reikna út stærð þéttisins ef að þéttirinn með sama launviðnám og spólan. Aðeins að kanna að sjá hvað það breytir. Segjum hérna stærð þéttisins sama sem 1 deilt með 1000 pi sinnum f sinnum x c náttúrulega sem sama xl. Þá það 1 deilt með 1000 pi sinnum 50 sinnum 443,8 ohm og þá að athuga hvað þéttirinn verður stór. Þá það 1 deilt með svíu opnast 2 sinnum pi sinnum 50 443,8 ohm svíu lokast og þetta sama sem 7,17 mikrofarad. Ef að prófa. Þá prófum við að breyta þessu hérna í 7,17 mikrofarad og þá ættum við bara að vera með raunstraum í rásinni. Þá ætti að vera jafnstór spennan yfir þéttin og spóluna. En hvað verður svo spenna stór? Hún verður 198 volt yfir bæði. Þetta smá munur hérna, 197 og 199 og við fáum svolítið meiri straum í rásina og það leiðandi hærra afl. En hvað sjáum við hérna? Power factor. Við erum með 1. Við erum bara að leiðrétta fasvikið, þannig að cos phi bara 1.
Og það þýðir að ég með rásina í sjálfsveiflu og kallað á ensku resonans og það er sama launspenna. Já, auðvitað er þetta ekki sama spennan því að launspenna spólunar er svo sama og spenna þéttisins. Heildarspenna spólunar er auðvitað hærri. Þess vegna er 199,8 volt hérna. Þetta er heildarspenna spólunar, þetta er líka spennan yfir raunhlutan, við sjáum það að við erum að taka þetta yfir þetta hérna við ná. En hvað gerist ef ég tek bara spennuna yfir, ég tek þetta út, aðeins að slökkva á rásinni, færi mælinn bara yfir spóluna. Hérna. Þetta get ég ekki gert í raunveruleikanum. Fæ ég þá sömu spennu og yfir þéttin? Já, hérna fæ ég sömu spennu, næstu því nákvæmlega sömu spennu. 197,5, ekki alveg 0,6, hérna er ég með 197,6 volt. Þetta er nákvæmlega sama spenna. Yfir launhluta spennu spólunar og spenna þéttisins er með nánast alveg sömu spennu og þess vegna er rásin orðin bara rás með raunviðnámi. Það er það sem að spennugjafinn sér. Það er bara raunstraumur í rásinni sem er 0,445 ampere. Hann hefur aukist upp í þetta. Þetta er hæsti straumur sem við getum fengið í þessa rás. Við erum búin að leiðrétta fasvikið alveg. Já, það er gaman að þessu. Heyrðu, þá held ég að tíminn sem svona bara áðum er búinn. Það er svona 5 mínútur eftir, eða 6 mínútur eftir á tímann. En ég ætla að láta þessari upptöku lokið nema að sé einhver sérstök spurning í lokin frá ykkur. Bara takk fyrir tímann. Já, takk kærlega fyrir Kristoffer, segja það í bili. Segja það í bili, takk, bye. Til og við. Já, ég ætla að fara hérna og hætta að taka upp, stoppa recording.